Velkomin Einar Baldvin Baldursson, sæll Einar, þú varst hér í þætti hjá mér í fyrra og þú ert starfur í Danmörku sem sálfræðingur og við ætlum reyndar að ræða hérna svona tvö svolítið aðskilin málefni en það sem að ég ætla að nefna þér bók sem þú ert búin að skrifa það sem kallast hyperstress og mér finnst þetta reynda mjög merkilegt viðfangsefni þess að hér í gamla dag voru menn stressaðir en þeir unnu kannski bara frá 9 til 5 eða frá 8 til 6 og svo fóru þeir og voru ekki lengur í vinnunni en við erum í allt öðrum heimi núna. Það þetta sem þú ert að fjalla um. Það þetta sem ég að fjalla um og þetta ekki beinlínis efni sem ég valdi mér, þetta var efni sem meira valdi mig en öðruvísi. Ég hef unnið innan háskólan í mörg ár en í byrjun 10. áratugsins tengist ég 2 vinnuheilsudeildum við 2 spítala í Jótlandi. Það sem við vinnum við greiningar á streituviðbrögðum við vinnuaðstæðum og undir lok 10. áratugsins byrjum við að sjá ný vandamál sem við áttum erfitt með að skilja. Framöndir þann tíma það höfum við unnið með mjög einfaldar grunnforsendur við greining og streitu sem að var fjöldi álagsþátta, hversu erfiðir þeir væru og hversu lengi þeir vöruðu. Þetta svona jafna, hinum með þessa jöfnu svo streituviðbragðið. Þetta gekk allt saman voðalega vel. En undir lok 10. áratugsins þá byrjum við að sjá fólk með miklu meira menntun en við áður séð. Vel menntað fólk sem gegndi störfum sem þangað til hefur verið talin góðu störfin. Og þetta fólk brást við álagi í vinnunni með miklu sterkari sálrænu viðbrögðum. Þunglindi, angist, tilfinningu af því að ekkert gengi fyrir þau, stórt tap á sjálfsmati og sjálfsáliti. Og spurningi var svo hvað þetta raunverulega væri merki um. Svo ég ákvað það í byrjun aldarinnar, þetta alltaf skemmtileg setning, ég myndi að halda í henni nokkur ári viðbót, þá ákvað ég að breyta viðmið. Þangað til hafði ég fyrst og fremst sinnt iðnaðinum og iðnverkafólki. En ég byrjaði kerfisbundið að beina meðhöndlunarstarfsemi minni, ég hef byrjun töluverða meðhöndlunarstarfsemi, að fólki með menntun innan vitneskjusviðsins. Fyrst og fremst til þess að reyna að skilja og það stundum auðveldast þar sem að verðið hæst hvaða nýjir þættir, hvaða ný verkefni og vandamál væru á ferðinni með nýja vinnuhætti og ný samtakaform. Og þá erum við að tala um ekki síman, GSM-símin, fartölvan sem alltaf með, allir þessi miðlar sem alltaf opnir og Facebook, gleymum ekki Facebook og maður alltaf tengdur. Alltaf tengdur og upplýsingamagnið hefur ekki margfaldast, það hefur kannski 1000-faldast. Hraðinn á upplýsingastreyminu hefur líka aukist mjög verulega. Það sem meðalans áhugavert við þetta það, ef við höfum nú það í huga hvaðan við komum, sem jú minn upprunni, þá var þetta samfélag sem þú réttilega nefnir einkenndist af mjög skýrum römmum að mörgu leyti til. Þú varst í vinnunni á ákveðnum stað í ákveðin tíma. Þegar þú varst fyrir utan vinnunni þá bjóst á ákveðnu svæði, þú hafðir fjölskylda sem bornin ólust upp innan fjölskyldunar. Þú hafðir pólitíska áhugamál, menningarlega áhugamál og faglega áhugamál, sem sé fullt af litlum kössum sem vísa sér til í söng frá þeim tíma. Þetta var bæði gott og slæmt, þetta var slæmt á þann hátt að það ekki manneskjunni eiginlegt að vera klofin upp í litla kassa. En kosturinn sá að sjaldan var svo að illa færi á meira en einum stað í einu. Færi illa á heimasíðunni þá kannstu leita sigurs og ánægju í vinnunni eða menningarsíðsins í pólitísku starfi og svo framvegis. Og það sem gerist náttúrulega, og þetta tildur nýtt allt saman, gegnum 9. áratuginn, það jú bæði það að við endanlega ljúkum því verki að fjarlæga fjölskylduna. Fjölskyldan ekki til. Ef við með orðinu fjölskyldu meinum eitthvað sem við áður köllum fjölskyldu, sem svo fjölskyldan sem ég ólst upp í. Móðir mín var heimavinnandi tíma, sá svo ljósið og yfirgaheimilið. Og faðir minn var hinn hefðbundnu faðir, mjög blíður maður reyndar en breytti því við vorum hrædd við hann. Þessi tegunda föður horfinn, það enginn faðir í dag með fullu viti sem að börnin eru hrædd við. En fyrst og fremst, og það kannski mikilvægast, og þetta þróun allan heim en skýrust á Norðurlöndum, börn eru alin upp af atvinnumönnum. Og það fyndna að þegar ég var í menntaskóla, Halldór Laxness skrifaði þetta. Það verið fáránlegt að ómenntað fólk geti fengið lifið þess að alveg börn. Það meinti náttúrulega fjölskyldu þeirra tíma. Staðreyndin svo að það vandamál höfum við leyst. Börn eru núna alin upp af atvinnufólki. Og börnin eru fyrir þetta atvinnufólk leið að sigri, leið að árangri. Þau eru verkefni. Svo þau eru þroskuð og þróuð.
Sem þýðir líka það að þau læra mjög fljótlega það sem er gildið í lífinu. Það er að ná árangri sem aðrir verðmeta. Og þetta skapar sérkennilega mótsetningu sem annars vegar sýnir sig gífurlegri þörf á athygli. Ótrúlega vilja til að opinbera einstu leyndarmál sín og þessi innarlegar sem eru, þess meira spennandi eru þau. Já. Facebook. Já. Og leið líka fólk raunverulega félagslegra. Það sem við sjáum gegnum það rannsóknir sem ég hef tekið þátt í, það það að þessi nýja kynslóð, sem frá 40 niður, þessi nýja kynslóð mjög dugleg við samvinnu, leitar að samvinnu, hún mjög sveigjanleg, en hún gífurlega þörf fyrir athygli. Og þetta einn af þeim aflliðum sem móta það þróun sem að þessi bók meðal annars fjallar En það þýðir líka það að mörkin á milli vinnu og lífsins að öðru leyti til eru algjörlega horfin. Algjörlega horfin. Og það tveir þættir í því. Annars vegar getum við, eins og ég sjálfur mjög slæmt dæmi allir vinnusálfræðingar og slæm fordæmi, við getum unnið hvenær sem við viljum. Jú. Ég vakna stundum á nóttinu og slæ upp á netinu hvort ég fengi einn sem passar við það sem ég var að dreyma. Við getum unnið eins mikið við viljum. En það vil líka segja að við getum náð eins miklum árangri og við viljum. Og hver vil takmarka sig? Hver vil segja, ég vil ekki upplifa meira árangur en þetta, ég ræði ekki við meira. Svo það engin takmörk fyrir því hvað við getum verið glöð og ánægð, en verðið hátt. Fólk ofgerir sér. Fólk ofgerir sér, það sem svo spennandi, það sem svo spennandi fyrir mig allavega, og ég hef réttinn þess að finnast einn spennandi, líka í fæinu, að það sem gerðist með iðnverkafólk þegar það slitnaði í gegnum streituferli var að það tapaði vinnugetu vegna langvarandi þreytu ástands og minnkandi getu til takast á við ný vandamál. Það sem gerist, þetta var fólk sem oft á tíðum lifði og bjó við mjög þrönga og takmarkaða ramma. Það fólk sem að fær vandamál í dag, það fólk sem að við héldum fyrir 10 árum síðan að væri óbrjótanlegt. Fólk sem að duglegt, fólk sem úthaldsamt, marksækið, velmentað og jákvætt. Og stóra spurningin svo, hvernig getur það verið að við sjáum sífellt fleiri einstaklinga með þessum kennimerkjum falla? Og það að hluta til, þú getur náð öllum þeim árangri sem þú vil, hvenær séu neyðið sjálfan þig. Þess fyrir utan það náttúrulega að sú vinna sem við höfum í dag hefur fjarlægt þau takmörk, þá veggið sem þú kannst reikið höfðinu inn í áður. Og það ju þannig með streitu. Og hún skapar sársaukamerki. Að þeir sem þola sársauka, þeir geta verið haft streitu álag mjög lengi. Og þetta sem sagt hyperstressið sem þú... Þetta hyperstressið, ein af þremur staðsetningarskýrslum sem ég að skrifa, það koma 2 í viðbót. Ákvörðunarvandamálið og sjúkdómsgreining eðlilegur. Mér langar reyndar að nefna annað við þig, vegna þess að þú kemur af svona vinstri væng samfélagsins. Ekki lóratekið. Þú varst hérna harður og fólk hér sem mann svona eftir þér þaðan endur fyrir löngu, ég er núna fyrir flesti sem búin að gleyma en. Og hef ekkert lært. Og þú varst og kannski staðsettir einhvers staðar í vinstri grænum. Vinstra með vinstri grænum var sennilega rétt. Það aðeins að útvíka hinn pólitíska sjóndeldaring til þess að sjáist. Og þú stóðst í baráttu gegn Evrópusambandinu. Ég gerði það. Ég kom til Danmörku 73. Það árið eftir að Danmörk gengur inn í efnahagsbandalagið, sem þá var efnahagsbandalagið. Og það áhugavert að muna það að vinstri vængur þess tíma barðist ju ekki gegn efnahagsbandalaginu af því að maður var í efa gildi þess að þjóðir tengdu saman í samvinnuböndum. Við litum einfaldlega svo á að efnahagsbandalagið væri myndun á þröngum klúbbur ríkra þjóða að misnota þá sem síður ættu sín. Og það var ekki okkar hugsun alþjóða stefnu. Þetta væri sem sagt kapitalist. Já, og mjög þröngsýnt og einkenndist af eigin hagsmunahyggju af versta tagi. Þetta var grundvöldurinn undir okkar gagnrýni lengi. Já. En hefur eitthvað breyst eða? Já, við verðum að viðurkenna það. Ég verð að viðurkenna það að efnahagsbandalagið hefur breyst í Evrópusambandið. Útvíkunin hefur jú gerbreytt eðlið þess sem á sér stað. Það þýðir ekki að nú syngi ég lofsöngva það sem þarna á sér stað. Meira hluti þeirra gagnrýni sem ég hafði og aðrir á vinstrikantunum á það sem átti sér stað innan efnahagsbandalagsins að veruleyti til rétt en þá Evrópubandalagið. En Evrópubandalagið raunveruleg alþjóðlegur rammi fyrir Evrópuþjóðurnar. Það æskilegt að víkka hann ennþá meira. Draumur minn að sjá Tyrkland ganga inn í Evrópubandalagið.
og hefur þess fyrir þetta mörguleiti til sett ný og mikilvæg markmið og möguleika á dagskrána. Nú verkið það að beita sömu orkuna því að þróa þetta nýja Evrópubandalag, því það jú ekki gamalt, að þróa það í rétta og skynsamlega átt. Þú ert búin að taka það í sátt að því leiti að þú finnst réttar þá að starfa innan þess en utan þess. Algjörlega. Og hef í því samhengi upplifað margar af þeim jákvæðu breytingum sem átt sér stað. Eins og margir þeirra sem vinna innan sérfræðistarfa, þá hef ég séð hvernig innan þjóðríkjanna, áberandi innan Danmerkur, hefur skapast fjannsemi gagnvart sérþekkingu, en líka aukin tilhneiging til skammtímahugsunar. Ég hef unnið heilmikið af því hvernig ég þróa fram vinnumarkaðinn sem rúmar aukin fjölda aldraðra. Það ómögulegt að setja þessa umræðu á dagskrána í Danmörku og innan þjóðríkjanna, en innan Evrópubandalagsins hafa embættismenn og vísindamenn kerfisbundið unnið af því að setja þessa spurningu á dagskrána. Nánast allt sem hugsað hvað langtímaverkefni varðar í dag kemur frá Evrópubandalaginu. Og þú þá meina umhverfismál? Umhverfismál virkilega gott dæmi. Við sáum mjög jákvæð og skynsamleg viðbrögð þegar genbreytt matvæli kom á markaðinn, að Evrópusambandið sagði við skulum bíða, við skulum kanna þetta vel og rækilega áður en við tökum ákvörðun. Og gífurlega mikla rannsóknir framkvæmd og nú niðurstaðan sú við opnum að takmörkuðu leyti fyrir þetta kerfisbundið. Þetta bæði framsýni og skynsamlega aðhaldssemi. Þetta gæti einstakt þjóðríki og ekki gert. En á sama tíma ertu með tilhneigingu til dæmis í Danmörku til mikillar þjóðernishyggju og jafnvel svona þjóðernissinnaðir stjórnmálaflokkar, popúlískir stjórnmálaflokkar að vaxa og þetta líka gerast annars staðar í Evrópu á þessum tíma. Vissulega, og þetta eitt af vandamálunum. En þetta að hluta til þversögn. Því ef við lítum á þá þjóðernissinnuðu flokkar sem innan Evrópu, það rétt að allflesta þeirra eru í andófi við Evrópubandalagið. En þeir byggja sína pólitík upp á væntingun það að þeir geti haft þröngt viðmið, að þeir breiða viðmið, líki hvort þið í Evrópubandalaginu. Þessi flokkar hafa ekki stefnu, þeir hafa stefnumóla. Ofta tíðum stefnumóla sem höfða til takmarkars fjölda íbúana sem einhvern hátt lítur svo á að nútíma þróunin sé til vandræða og vill gjarnan stíga á bremsuna en gera það ekki þegar allt kemur til alls. Stærsta vandamál sennilega aukin ótti við þá sem öðruvísi en maður sjálfur. Þeir birtist að hluta til gagnvart innflytjendum en líka ferli inn í þessum þjóðfélögum. Þar Evrópubandalagið bæði mótspyrnu gegn þessari þróun en líka að hluta til trygginga því að þessi þróun gangi ekki yfir ákveðin takmörk. Ég miklu trúaður á það að við þessu sinni leysum vandamálið á annan hátt en gerðist á 3. og 4. áratug aldarinnar. Það þarf ekki að fara smáatriði með það. Nei, en þú veist ennþá lengst vinstri en hefur svona tekið þetta tekið efnahagsbandalagið í sátt þegar var það Evrópubandalagið því Evrópubandalag var það sem við vildum. Það hópur innan míns þíns arms ég til sem dreifir sömu niðurstöðuna. Margir hafa því miður gleymt því hvers vegna við börðumst gegn efnahagsbandalaginu. Það var góð og rétt barátta en núna höfum við Evrópubandalagið ný verkefni, ný pólitísk sjónarmið. Einar, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Sömuleiðis.